Undanfarin ár höfum við ferðast vítt og breitt Norðurland og kynnst framtakssömu fólki í öllum sveitafélögum og upplifa þannig allt það besta sem hver staður hefur upp á að bjóða. Í sumar horfum við öxl og gefum ykkur uppskriftir af góðum degi á Norðurlandi. Hér uppskrift af góðum degi í Þingeyjarsveit. Í Þingeyjarsveit gróskumikið mannlíf enda atvinnuvegir fjölbreyttir svo sem landbúnaður, fræðsla, fiskvinnsla, skógrækt, ferðaþjónusta, matvælaframleiðsla og margt fleira. Þingeyjarsveit víðfeðm en íbúarnir einungis rúmlega 900. Megnið af landi sveitafélagsins í óbyggðum og nærða alveg inn á Vatnajökul. 3 stór vatnsföll renna Þingeyjarsveit, Laxá í Laxárdal, Fnjóská í Fnjóskadal og Skjálfandafljóti í Bárðardal. Í Skjálfandafljóti Goðafoss, ein helsta náttúruperla Þingeyjarsveitar. Fossinn vinsæll meðal ferðamanna og gríðarlegur fjöldi fólks heimsækir fossinn á ári hverju. Þjóðsaga tengir Goðafoss kristnitökunni árið 1000 en Þorgeir ljósvetningagoði bjó á Ljósavatni ekki langt frá fossinum. Íslendingabók Ara Fróða segir frá því hvernig Þorgeiri sem lögsögumanni var falið það erfiða hlutverk að ná lögsáttum milli heiðinna manna og kristinna. Það var þá sem hann lagðist undir feld og lét ekki á sér kræla fyrr en daginn eftir. Hann kvað svo upp dóm sinn og mælt var í lögum að allir menn skyldu kristnir vera og skírn taka. Þjóðsagan segir að Þorgeir, sem sjálfur var heiðinn fram að þessu, hafi varpað goðalíkneskum sínum í fossinn til staðfestingar á því að hann hefði tekið nýjan sið og þannig hafi fossinn fengið nafn sitt. Handverkskonur á milli heiða félag í Þingeyjarsveit. Félagið var stofnað árið 1992 til að stuðla að auknum atvinnu og tekjumöguleikum. Handverkskonur milli heiða leggja áherslu á að framleiða úr íslensku hráefni, mörgu þeirra heimafengnu, svo sem beinum, hornum, ull, tré og steinum. Handprjónaðar peysur stór hluti framleiðslunar, margar þeirra hannaðar af konunum sjálfum, bæði munstur og snið. Einnig framleiddir minjagripir, skartgripir, gjafavörur og nytjamunir. Félagið rekur Goðafossmarkað í verslunarhúsnæðinu á Fosshóli þar sem hægt að fá fallegar gæðavörur. Já, félagið var stofnað af konum hér í Þingeyjarsveit sem þá var skipt í 4 hreppa. Við vorum konur í Fnjóskadal og við vorum í Bárðardal, Ljósavatnshrepp og í Reykdalhreppi vestan Fljótshlíðar. Og félagsskapurinn náði milli Fljótshlíðar og Vaðlaheiðar sem sé. Núna höfum við reyndar opna félagið, þannig að við erum farin að taka konur inn annar staðar frá og höfum einnig opnað fyrir karla. Og megin markmið félagsins að framleiða hágæða handverk? Já, það hefur verið það frá upphæði. Það var áhersla lögð á það strax í upphæði að vanda vel til verka. Og hér fer ekkert í gegn öðruvísi heldur en að fara í gegnum hendurnar og sérstakri gæðanefnd. Það er svona konur sem við viljum hafa við okkar og þær fara yfir allt sem fer hér gegn og meta það hvort að það hæft til sölu eða ekki. Þannig að sendiði stundum konur tilbaka með einhverja vörur sem var... Já, það sendi okkur alveg miskunnarlaust tilbaka ef eitthvað að. Við viljum líka bara held ég allar selja góðar vörur, vandaðar vörur. Þannig að handverkshefðin ykkur mikilvæg? Já, hún afskaplega mikilvæg. Handverki sem þið með hérna, það ekki bara lópapeysur, þetta rosalega fjölbreyttar vörur. Já, þetta mjög fjölbreytt, þetta bara öll flóran. Allt frá tölum bara... Já, það tré og horn og bein og ýmislegt úr prjónað bæði og lopa og öðru og það flóki og það bara, nefndu það bara sko, það dettur ýmislegt í hug hér. Það eru hugmyndaríkar konurnar í félaginu? Gríðarlega. Já, svo náttúrulega ekki bara konur í félaginu, þið líka með karlmenn í því. Já, við tókum það ákvörðun að opna félagskapinn fyrir körlum segi. Jafnrétti hlýtur að virka í báðar áttir. Það eru 3 karlmenn í félaginu okkar. Einn eldsmiður og annar silfursmiður og 3 prjónar. Og við erum mjög mondnar með þessa karla.
En ykkar aðal viðskiptavinir, það eru erlendi ferðamenn eða ekki? Jú, ég hugsa það séu alveg 90% af þeim sem versla hér séu erlendi ferðamenn. Og hvernig hefur salan í sumar verið? Hún bara verið mjög góð. Við búum betur en margir aðrir, við þurfum ekki að sækja ferðamennina, þeir koma til að skoða Goðafoss og kíkja við hjá okkur í leiðinni. En hvernig sérðu íslenskt handverk þróast á komandi árum? Er íslenska handverkshefðin að styrkjast eða hvað finnst þér? Ég held að við verðum svolítið að passa okkur á því að hleypa ekki of miklu af þessu, það sem við segjum, dóti inn í landi. Við verðum svolítið að halda okkar á lofti. Það má ekki verða undir. Það er allt eitthvað, það verður allt svo einsleitt eitthvað. Þannig að við verðum að passa okkur á því. Og hvað finnst ykkur? Finnst ykkur sem sagt vera markaður fyrir þessa vörur? Er þetta það sem fólk vil? Frekar handgert heldur en fjöldaframleitt? Það er náttúrulega aðeins mismunandi. Sumum er alveg sama þó þeir komi hér og kaupi staup sem eru made in Taiwan. Það er reyndar ekki til í okkar búð. En sumir vilja bara kaupa, þeir eru að koma til Íslands og vilja fara frá landinu með eitthvað sem er framleitt af Íslendingum á Íslandi. Þannig að það er nú bara þannig. Og við getum talað við verslunarstjórann okkur og fengið góða sögur það. Það er sem betur fer til líka. Við bæinn Stórutjarnir í Ljósafaskarði, aðeins nokkra kílómetra frá þjóðveginum, að finna skemmtilegt gallerí í gamalli hlöðu. Gallerí Surtla er vel heimsóknarinnar virði, sérstaklega fyrir þá sem hafa áhuga á handverki og íslenskri ull. Ég og makkan minn, við vinnum á veturnar þar sem við erum að selja á sumrin. Og aðalega er þetta ull sem við erum að þæfa frá grunni og búum okkur til alls konar varning. Og núna erum við farin að bæta við og selja eða búa til úr kryddi. Selja krydd og til þess að setja á bara kjöt og annað. Og þetta er krydd sem sagt úr íslenskum jurtum? Já, við tínum þetta á sumrin og þurrkum. Setjum þetta í gjafapakningar og reynum að selja það. Hugmyndin að galleríinu kviknaði eftir að nýtt fjós var byggt á Stórutjörnum en þá stóð gamla hlaðan tóm og vantaði nýtt hlutverk. Fljótlega kviknaði hugmynd að galleríinu og mákonurnar komu sér upp vinnuaðstöðu í hlöðunni og fóru að prófa sig áfram með ýmislegt handverk. Ef við erum ekki efra þá bara er bankað heima og við bara hlaupum upp yfir sem er náttúrulega bara þægilegt að hafa. Ég náttúrulega í búskapnu líka og þarf að sinna því og heyskap, þetta náttúrulega tekur svolítið tíma. Það koma ferðamenn á veturnar, rútur frá Akureyri sem er á leið til Mývatnssveitar og koma og skoða hjá okkur og reyndar sýnum við fjósið okkar líka. Og útlendingarnir hafa mjög gaman að því að fara í fjós, sjá hvernig græjurnar okkar, við höfum róbot og þeir hafa mjög gaman að því að skoða fjósið okkar líka. Hlaðan nýtist vel sem gallerí og það er líka oftast heitt á könnunni. Og þó vissulega fari mest fyrir ullinni, þá er vöruúrvalið gríðarlega fjölbreytt og margt sem fangar augað. Kransar úr íslenskum jurtum vekja sérstaka forvitni okkar, en Laufey hefur einnig verið að gera kistuskreytingar úr íslenskum mógróðri. Ég byrjaði síðasta haust á því að tína mikið af lyngi sem ég seti í fristir til þess að eiga yfir veturinn. Og síðan bara hefur verið býsna mikið að gera í þessu sem kistuskreytingum. Og þá er þetta svona eins og nýtt þegar lyngið er frosið og þá eru lyngið bara eins og á haustinn þó að þetta sé kannski í desember eða janúar og það hefur bara gengið mjög vel. Og íslensku jurtirnar koma vel út í þessu samhengi? Já, mjög vel. Það eru bara einhvern veginn sem okkur í sveitafólkinu finnst bara að passa við það sem við erum alin upp og við viljum hafa bara náttúruna með okkur sennilega. Taka hana bara með í gröfina í rauninni, orðsins fyrstu merkingu. Já, nákvæmlega, bara með í gröfina. Stærsti þéttbýliskjarninn í Þingeyjarsveit er Laugar. Þar er ný og glæsileg sundlaug með 2 rúmgóðum heitum pottum og vaðlaug. Það er einnig aðstæða til boðfimi-iðkunar sem hefur notið mikilla vinsælda á svæðinu. Dalakofinn er veitingastaður og verslun staðsett við Þjóðveg 1 í þéttbýliskjarnanum Laugum. Þar má finna fjölbreyttan matseðil svo allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Hérna reynum við að þjónusta nærsamfélagið í verslunarvörum og við erum með ýmsar uppákomur í veitingastaðnum og síðan
Svona yfir ferðamannatíman á sumrin þá þetta mjög mikið af ferðamönnum sem koma hér inn í veitingastaðinn. En hver saga þessa hús? Það hefur ekki alltaf verið veitingasala hérna? Nei, þetta hús byggt 1962 á Kaupfélagi Þingeyinga og þá bara verslun og pínulítið veitingahorn. Síðan 1999 þá selur Kaupfélagið þetta fyrirtæki eða bygginguna til einkaaðila og þetta búið að vera semst í eigu einkaaðila síðan. Ég líklega númer 2 af þeim einkaaðilum. Þið hjónin takið við þessum rekstri 2011. Hvernig datt ykkur í huga að fara út í þennan bransa? Já, við vorum bændur áður og seldum jörðina og fórum í ferðaþjónustu, reyndar upp í Mývatnssveit og ég var reyndar áður stjórnarformaður fyrirtækis sem hér rak þennan stað en kom svo sem ekkert, kom svolítið á honum, svo sá ég bara að þarna var tækifæri til þess að henda sér í til þess að vinna á fullu því að það var dálítið erfitt að búa hér í Reykjadal og keyra sig alltaf upp í Mývatnssveit í ferðaþjónustunni og það var líka bara sumarvinna, þannig að við bara gerum tilboðið í staðinn og keyptum hann til þess að veita okkur hér atvinnu. Og hvernig gengur reksturinn? Þið eru nú ekki beint nálægt neinum virkilegum þéttbýlisstað. Þið eru svona miðja vegu hérna milli Akureyrar og Reykjahlíðar. Já. Þetta gengur auðvitað misjafnlega, það að segja veturinn erfiður en það sem hefur hjálpað okkur mest að við höfum hér framhaldsskóla með 100 nemendum og þau koma talsvert hér yfir til þess að í veitingastaðinn og það gerir okkur kleift að halda honum opnum á veturnar. Nú sumar auðvitað ekkert vandamál að rekka þetta, það mikil trafík, ferðamannatrafík sem hérna og íbúarnir líka bara mjög duglegir að koma hérna og versla. Þannig að við getum þess vegna haldið úti hérna svona, verslun sem hefur eiginlega alla hluti en kannski ekki mjög mikið úrval en við reynum að leysa öll mál sem þarf hér. En það hjálpar líka til að hafa svolítið hugmyndaflug í svona rekstri. Mér skilst að þið séu nú búin að vera mjög frjó og einmitt varðandi uppákomur og annað. Já, það getur vel verið úthöfu finnist með það. Við höfum verið einu sinni í mánuði með svona, við köllum það Dalasvar, það svona spurningakeppni. Það sem koma á svara spurningum og fá velun í staðinn. Við höfum líka verið núna, ég held að það sé komið hefð á það, við verðum með hótelettukvöld 2 á ári. Það að segja einu sinni á hausti og einu sinni á vori og það hefur verið mjög vinsælt þar sem við reynum eða erum með hótelettur sem eru öðruvísi heldur maður kaupir út í búð, það þarf semst að sérvelja þær og eru sér meðhöndlaðar líka, þannig að við byrjum á þessu að hætti Hótelettufélags Íslands, þannig að þetta að gefa, þetta skemmtileg uppákoma og svo hafa verið hérna uppákomur öðru hvoru, kannski einu sinni mánuði eða annað hvern mánuð, svona tónlist eða bara eitthvað tilfallandi. Innréttingarnar hérna á staðnum vekja nokkra athygli. Þetta eru upprunalega innréttingarnar, það ekki? Jú, þessu hefur ekkert verið breytt síðan það var byggt og þetta ég held að þetta sé bara mjög merkilegt í sögunni. Þetta staðurinn hannaður, það að segja innanhúsarkitektin var Sveinn Kjarval, sonur Jóhannesar Kjarval og þetta mjög sérstakar innréttingar og við erum alveg á því að það má ekki breyta þessu. Þið eru hérna með koparljós og annað sem nú bara komið í tísku mitt í dag? Já, ég held að þetta sé bara komið í fínustu tísku aftur núna. Það getur vel hafi verið ekki mikil tísku fyrir einhverjum tíma en við fáum heilmikið umtal það að þetta sé skemmtilegar innréttingar. Þið bjóðið alltaf upp á rétt dagsins hér á virkum dögum en annars matseðillinn hjá okkur afar fjölbreyttur miðað við hversu lítið veitingahús þið eru með. Ef maður á leið hér Reykjadalinn, með hverju mælir þú? Já, við erum kannski með mismunandi uppstillingu. Pitsurnar okkar eru auðvitað það sem við teljum að við séum langbest í. Við erum líka með mjög góða hamborgara en svo hefur við verið með svona salut og fisk og á sumrin hef ég verið hérna með nýjan silung sem veiddur hérna úr vötnunum hérna í kring, þannig að þetta ekki eldisilungur
Þannig ég myndi nú halda svona að fyrir eftir hvað mönnum finnst gott, en pitsurnar hafa fengið mikið lof, þær eru mjög góðar. Í Þingeyjarsveit hægt að velja á milli margra fjölbreyttra möguleika á gistingu. Flestir kannast við orlofshúsabyggðina á Illugastöðum en það eru kannski ekki eins margir sem þekkja kyrrðar tjaldsvæði lífsmótunar. Þar hægt að leigja 80 til 100 fermetra bás og njóta útilegulífsins í friði og ró. Já, það kannski óvanlegt að ákveðnu leyti en ætti samt að vera mjög eðlilegt og venjulegt vegna þess að við byggðum upp hérna tjaldstæði að evrópskri fyrirmynd, það að segja eins og tjaldstæði ættu í raun öll að vera. Og það er hólfað niður og sagt, fólk kemur ekki hérna bara og tjaldar og í einhverju óvissu, heldur leigir, við köllum þetta bása, svona eins og kýr á bás, en það leigir ákveðið svæði, þetta er hólfað allt saman niður með gróðri, þannig að fólk hefur það svæði sem það er búin að afmarka sér. Þannig að svolítið útaf fyrir þig hérna. Já, við vonum það að fólk upplifir svona meira næði og meira að sé svona komið út í sveit og sé ekki í einhverju þéttbýli af því að það eru vagnar allt í kring og alveg upp að vagninum hjá því sjálfu. Þið byrjuðu að byggja þetta upp árið 2004 og opnuðu þetta svo 2011. Það tók náttúrulega svolítið tíma að fá þessa runna til að vaxa. Já, við vildum gefa þessu bara góðan tíma, leyfa þessu að vaksa upp. Við settum niður svona runna eða skjólbelti í samstarfi við Norðurlandsskóga. Norðurlandsskógar hafa verið í svona skjólbeltaræktun á lögbýlum og voru til í þetta tilraunaverkefni með okkur að prófa þetta, hvort það væri hægt að útbúa svona alveg hólfað niður og svo var maður bara að bíða. Og hvernig hafa ferðalangar tekið þessu? Já, við hefum ekki orðið varðið annað en að fólk sé bara mjög ánægt að þetta sé einmitt það sem fólk er að sækjast eftir. Við reyndar gerðum það viljandi að hafa básana svolítið stærri heldur en að við kynntumst út í Evrópu þegar við vorum þar á ferðalagi. Af því að við tókum eftir því hérna á Íslandi hafa mikið það að fólk er að ferðast saman. Fólk er hérna með 2-3 vagnar saman, 2-3 fjölskyldur saman eða stórfjölskyldan, 3 kynslóðir saman að ferðast. Þannig að við höfðum það viljandi svolítið stærri. Þannig að á stærstu básana geta hérna verið, við höfum verið með uppi til 4 vagna eða 4 hýsi á svona bás og þá verður svona eins og lítið þorp og hérna, þetta er bara, fólk hefur verið mjög ánægt með þetta. En þið kallið þetta kyrrðar tjaldstæði, hvað felst í því? Það var nú kannski bara sett inn hjá okkur í lýsingar á netið til þess að leggja áherslu á það að við erum ekki að sækjast eftir fólki sem ætlar að fara í helgarútilegu og djamma. Og við erum meira að sækjast eftir fólki sem vill bara fara í útilegu og hafa það notalegt og við erum náttúrulega með reglur eins og öllum tjaldstæði en tökum hér á því að við ætlum okkur ekki að hafa ónæði hér milli miðnættis og fram á morgun. Gistihúsið á Narfastöðum er góður valkostur fyrir þá sem vilja gista innandyra en það er staðsett við Þjóðveg 1 í Reykjadal. Aðalbygging gistihússins eru fyrrum fjárhús og hlaða sem breytt hefur verið í glæsilega og notalega aðstöðu fyrir ferðafólk. Á Narfastöðum er einnig boðið upp á glæsilegt kvöldverðarhlaðborð og í landi bæjarins er að finna áhugaverðar fornminjar. Við erum hérna stödd á bænum Narfastöðum í Reykjadal. Frá þjóðveginum lítur þetta út fyrir að vera ósköp venjulegu sveitabær. En hér er frekar öflugt fjölskyldufyrirtæki, er það ekki? Jú, það stemmir. Við náttúrulega erum stödd í fjárhúsi, 500 kinda fjárhúsi og sjálfur sér lítur út fyrir að vera fjárhús þegar þú horfir hérna upp yfir en faðir minn hann byrjaði 1988 í gömlu húsi sem er hér upp á hólnum með gistingu og á þeim tíma var enda ferðaþjónustan alveg gjörólík því sem er núna. En síðan 1990 hefst hann handa við að breyta þessum fjárhúsum og fyrstu gestirnir gista hér sumarið 1991 og hann hugsaði þetta sem eitthvað að dunda við ellin eftir að fóru eftirlaun en 1997 þá bætum við voturslauginu sem er hér á bakvið. Þannig að þá vorum við komið 43 herbyggi í rekstur. En hvernig er að breyta fjárhúsi í gistiaðstöðu fyrir fólk?
Það náttúrulega má alltaf deila það hvort þetta sé gáleitt að taka svona hús sem er byggt fyrir allt aðra starfsemi. En við náðum að gera þetta mjög ódýrt í upphafi að pabbi og bróðir hans Sveinn heitinn sem var trésmiður, þeir unnu þetta mjög miklu leyti sjálfur. Þannig að það tókst að gera þetta tiltölulega svona, já, með tiltölulega litlum kostnaði. En þetta voru gríðarlega góð fjárhús og maður segir stundum þetta skýrir það hverju lambakjöt svona dýrt á Íslandi að þetta skulle verið byggt við sauðfé. En það tókst eiginlega alveg ótrúlega vel að breyta þessu og svona það er góður andi í húsunum, fólki líður vel hérna og þannig að þetta tókst ágætlega til. Lýstu því aðeins fyrir okkur hvaða aðstæða hérna í boði fyrir fólk? Það fyrst og fremst þetta rauninni bara eins og hvert annað gisthús eða hótel að við erum sem sagt með herbyggi bæði með sér baði og sameiginlegu baðherbergi og þeim náttúrulega fylgir morgunverður hlaðborð og síðan bjóðum við hér upp á kvöldverður hlaðborð öll kvöld yfir sumarið. Ég reyndar frétti að kvöldverður hlaðborðið hér væri það besta bara á Norðurlandi þó við að vera leitað. Takk fyrir það. Allavega fólk afskaplega ánægt og eðli málsins samkvæmt þá förum við svo sem sjaldnast yfir sumar og borum einhvers staðar annars staðar. Það er bara ekki tími til þess en gestabókin svo sem hún auðvitað segir til hvernig fólki líður og það er alltaf gaman að lesa hana. En hvernig opnunartíminn hjá okkur? Þeir eru bara með opið á sumrin? Já, við erum bara með opið á sumrin. Við opnum 1. maí og lokum 15. október og kannski svolítið á skjönu við lengingu ferðamannatímans en samfara þessari lengingu og þessari aukningu þá hefur náttúrulega sprottið upp alveg urmull af giststöðum og það skortir alls ekki gistir í miðveturinn. Það kannski skortir frekar ekstra grundvöll fyrir alla þessa staði og í raun að þá kannski bara betra að þjappa gestunum saman svo litið og gefa þeim betra svigrúm sem eru að reyna að halda úti fullri starfsemi á veturna og við náum að láta reksturinn bera sig sem sagt af þessum réttum 6 mánuðum. Já, þeir náðu því? Já, það er að fara að ganga núna. Þetta náttúrulega við erum búin að vera lengi 28 ár í þessu og erum svona orðin gamall gróin. En svæðið hérna í kringum Narfastaði er merkilegt að mörgu öðru leyti en þessu? Í raun og veru, bæði höfum við gríðarlega mikið fuglalíf. Það eru á 3. tug fuglategundir sem að verpir hér í Narfastaðalandi og hér er mikið skógrækt. Pabbi búinn að planta, ég held ég farið rétt með hennar í 500.000 trjáplöntum síðan hann fór að stúsast í því komin á eftirlaun. En síðan höfum við gríðarlega mikið af fornleifum og menningarminjum. Það eru rétt 300 örnefni í Narfastaðalandi. Þetta er enda stór jörð og rétt 1800 hektarar og það eru nærri 300 örnefni. Það er búið að hnitsetja þau með GPS hér bil öll eða öll sem við getum fundið og síðan létum við fornleifaskrá jörðina 2004 og það eru rétt 100 skráða fornleifar á jörðinni. Er þetta eitthvað sem þið hafið hugað að blanda saman við ykkar ferðaþjónustu? Já, það er rauninni staðið til lengi að nýta þetta og umræðan alltaf aukast hvernig getum nýtt þessar menningarminjar í ferðaþjónustu og vonandi bara innan fárra vikna þá verðum við klár með gönguleiðir fyrir kannski fyrst og fremst okkar gestir til að byrja með. Flest allir fara í svolítið kvöldur allt áður með að fara að sofa og við eigum með tiltölulega einföldum hætti að geta leitt fólki í gegnum þessar minjar. Það er vísu njóta verndar, auðvitað minjastofnunar og það þarf að gæta að því þegar að þær eru merktar og aðgengi gert að fara eftir settu reglum og náttúrulega stuðla að áframhaldandi verndun þessara minja. En íslenska fornleifar eru oft þess eðlis að það sjást mjög illa. Þetta er rauninni bara þúfukollar í landslæginu sem að við nánari skoðun þá kemur í ljós að þetta eru hugsanlega leifar af mörg 100 ára gömlum bæjum eða útihúsum og hér upp í brekkurótunum höfum við slíka minjar frá 14. og 15. öld. Þarna hefur vantilega búið þó nokkur hópur af fólki og með
sinn búskap og það sem okkur langar að gera er að leiða fólk að þessum minjum og með kynningu, hvort sem það er á pappír eða stafrænu formi, að koma því til leiðar að svona minjarnar svo lítið lyftist upp á jörðinni og fólk átti sig á því hvað það er að horfa á. Í fyrst í stað þá kannski sér fólk ekki nokkuð skapaða hlut, en markmiðið er að þegar það gengur tilbaka þá sé að búa að fá smá nasasjón af því lífi sem geti hafi verið þarna í Ytragerði fyrir 500-600 árum. Spennandi. Og það er endalausa möguleikur út allt land í þessu. Það er bara hvernig við nálgumst þetta og hvaða forsendur við höfum til þess að miðla upplýsingum, hvað sé vitað minjar á hverjum stað. Nú ættu þið að vera komin með hina fínustu uppskrift að góðum degi í Þingeyjarsveit, þó þetta sé einungis brot af því mikla úrvali sem í boði er á staðnum. Nánari upplýsingar viðburði, afþreyingu og fleira má finna á heimasíðunni visitgoðafoss.is. Í næstu viku munum við gefa ykkur uppskrift að góðum degi í Húnaþingi vestra. Þangað til næst, verið sæl.